þessu húsi fyrir aftan mig spítali sem var fyrst opnaður árið 1907. Kleppspítali eða oft kallaður Kleppur. Á Kleppi eru mörg teymi þar sem fólk getur fengið hjálp við ýmsum vanda. Hér til dæmis áfallateymi, átröskunarteymi, geðhvarfateymi, geðrofs- og samfélagsteymi og teymi fyrir fólk sem glímir við tilfinningavanda. Á legudeild lyndisraskana unnið út frá batameðari nálgun. Fólk fær sjálft að hafa áhrif á meðferðina og ákveða hvað hjálpar þeim að líða betur. Markmiðið að fólk finni styrkinn sinn og hæfileika og finni leiðir til að hjálpa sér sjálft og viðhalda bata. Hvað ertu að gera? Hver og einn fær sitt eigið teymi sem hjálpar til. Þar eru meðal annars hjúkrunarfræðingar, sálfræðingur, læknir og fleiri. Hæ, velkomin á legudeild lyndisraskana. Takk fyrir. Ég heiti Agnes og ráðgjafi hér og ég ætla að sýna ykkur aðeins deildina. En þessi deild opin geðdeild sem þýðir að fólk getur komið og farið eins og því hentar. Og hér leggst inn rosa fjölbreyttur hópur skjólstæðinga á öllum aldri, alveg frá bara 18 og upp í bara 8-rætt, 9-rætt, með alls konar ólíkan vanda. Já, ég kannski segja ykkur, hérna stofan, það sem alls konar hægt að gera, þetta púsla og lita og svo sjónvarp og... Hvað það svona sem þið gerið á þessari deild eða svona? Sko, hérna reyndar felst meðferðin rosalega mikið í því að fara í batamiðstöðina, en það líka svona fjölbreytt virkni hérna á deildinni eins og til dæmis farið í 2 göngutúra á dag og svo haldin svona vikulegir teymisfundir þar sem hver skjólstæðingur fær svona tíma til að ræða sín mál með sínu teymi. Já, og hér eru 12 pláss, eða 12 rúm fyrir 12 einstaklinga í einu. Og fólk getur komið á gist og svona? Já, og fólk gistir hérna og hérna rosa mislengi. Það hérna alveg frá einhverju viku og upp í kannski einhverja vikur eða mánuði. Það rosa misjafnt. Og hér einhvern veginn bara allt til alls. Hérna þvottahús og svo löpum við fram hjá náttúrulega stofunni og eldhúsinu. Já. Þannig að þetta rosa svona heimilisleg og kósí deild. Ég kannski sýna ykkur hérna í slökunarherbergið sem mikið notað. Við bara komum hérna inn. Slökunarherbergi? Þið megið bara halda áfram. Hvað eru lyndisraskanir? Sko, lyndisraskanir flokkur geðraskana sem einkennist af svona miklum breytingum á skapi og líðan. Algengustu þunglyndi og geðhvörf. Fólk með þunglyndi upplifir svona langvarandi depurð og svona vanlíðan, gjarnan svona orkulaust og hefur svona lítinn áhuga á að gera hluti. Já, finnur kannski bara lítið fyrir svona gleði tilfinningum, bara, já, líður illa. En fólk með geðhvörf, það sveiflast svona svolítið, því líður kannski alveg ótrúlega vel, rosalega orkumikið og líður kannski svona eins og það þurfi ekki að sofa og bara svona alveg finnur rosa svona spennu. En fer svo líka svona niður í svokallað þunglyndislotu sem að því líður alveg rosalega illa og einmitt svona kannski orkulaust og jafnvel mjög þreytt og svona. Og það sveiflast svolítið svona einmitt upp og niður. En já, við kannski, erum öll náttúrulega að sveiflast, stundum líður okkur vel, stundum illa, en þessar sveiflur svona meiri og svona yktari hjá fólki með geðhvörf. Þú vinnur náttúrulega hérna en geta börn komið hingað? Já, deildin náttúrulega eins og sér mjög heimilisleg og börn bara auðvitað velkomin. Hér náttúrulega hægt bara að púsla og spila og alls konar. Svo jafnvel hægt að ná sér í nokkur keks í keksskúffunni. Já. En börnum finnst kannski svona mest spennandi að fara niður í fjölskylduherbergið sem á jarðhæðinni. Já. Garðar! Garðar! Halló! Garðar! Vaknaðu! Garðar, við erum að fara í fjölskylduherbergið, ertu að grínast? Fjölskylduherbergið? Já. Bíddu, Jesús! Tilbúin að tapa? Já, ok, láttu þið dreyma. Já, krakka. Nei, ok, allavega. Heyrðu, ég fann vandamáli af hverju ég ekki búin að vera að hitta neitt ofan í. Þetta pússinn. Já! Ef þú mættir hanna svona
Fjölskylduherbyggi? Hvað myndir hafa í? Ég held að ég myndi kannski... Hæ! Hérna eru þið þá. Vil ekki hitta Mosa? Hvað er hann gamall? Hann er að vera 7 ára. Samt er hann bara pínu pónsu lítill, alltaf eins og hvolpur. Já, hann er í vinnunni. Segðu, svo erum við svona vinnuspjald hérna. Já. Hann er með nafninu hans. Æi. Hann er geðhjúkrunarhundur. Og ég er sko geðhjúkrunarfræðingur, þannig að ég er alltaf að hitta fólk, bæði í hópum og svona 1 og 1. Og þá er Mosi mjög oft með mér. Já. Og það er alveg æðislegt. Sérstaklega ef fólki líður eitthvað svolítið illa og fær kannski bara Mosa í fangið og þá verður bara einhvern veginn allt betra. Einmitt. Svo er hann alltaf til í að eignast nýja vini og alltaf til í að fagna fólki, taka á móti öllum rosalega vel og það er bara æðislegt. Heyrðu, við erum að fara í batamiðstöðuna. Er einhver möguleiki að við mættum taka Mosa með okkur? Já. Engar ágjörð, Mosi. Ég er með þig. Hey, við erum komin í batamiðstöðuna. Já. Hún er bara hér. Sæl og blessuð. Halló. Við erum velkomin í batamiðstöðuna. Takk fyrir. Ég heiti Diddi og ég er teymistjóri í batamiðstöðinni og íþróttafræðingur. Mér langar að segja ykkur svolítið frá því sem við erum að gera hérna. Hérna hefur við fiskabúr. Fiskabúr. Það er ansi vinsælt. Vá. En það er nú skemmtilegt. Það er ekki bara fiskar í því. Nei. Það eru líka froskar. Vá, hvað þessi stór. Það er hana lítill, svo er eitt falur hérna undir. Vá, það sem er rautt. Vá. Herri, mér langar svolítið að sýna ykkur hérna aðalrýmið hjá okkur. Já. Það er svolítið svona hjartað í starfseminni okkar. Það er hérna inni í sal. Já, vá, þetta er stór. Hérna inni erum við með ansi marga hópa. Við náttúrulega fáum svona fjölbreytta flóru af fólki, alveg frá 18 ára upp í 80 ára. Þannig að við þurfum að hafa svolítið fjölbreytt í gangi. Einmitt. Þannig að fólk getur valið svona svolítið hvað það kemur að gera. Alla morgna hjá okkur erum við svona morgunrapp. Já. Þá erum við bara að tala daginn og veginn, fólk fær sér kaffibolla og eitthvað líka. Svo erum við með listasmiði hérna. Já. Og hér getur fólk komið að lita, föndra, mála, bara svona hvað sem þið dettur í hug. Ég sé það prjónadótt líka. Já, það er prjónahópur hjá okkur 2 sinni í viku. Prjónahópur. Já, Skemmtilegt. þá koma hérna iðjuþjálfarar og kenna fólki. Og það er bara alls konar fólk. Það er ekkert bara sem er haldið að vera bara konur að prjóna. Það er fullt af köllum sem kemur að prjóna. Það er mjög skemmtilegt, sko. Gaman. Þannig að, Vá. og svo líka bara ef fólk vill ekki endilega koma að taka þátt, það má bara koma að fá sér kaffibolla. Já. Þú þarft ekki að taka meiri þátt en þú vilt, sko. Þú ræði í sjálfur. Nú fyrir við á neðri hérna hjá okkur krakkar. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu rými. Þetta er bara svona, þó þetta sé nú bara svona venjulegur stigagangur, þá höfum við notað þetta líka til að vera með listasýningar. Listasýningar? Já, það er sem sagt, fólk sem einmitt hefur verið að mála myndir í listasmiðjunni hjá okkur hefur sett upp sýningar á þessum gangi. Þess vegna sjá það er svolítið mikið af nöglum. Já. Þannig að þá hefur öllu verkið verið hér. Já. Þetta er sem sagt það sem við köllum slökunarherbyggi. Hérna erum við með nokkra tíma í viku. Hérna er núvitundatími, slökunartími, svo erum við svona jóga nýtra líka. Og einu sinni vorum við með nálastungur í eyra. Já. Það var mjög vinsælt og ég vona að það komi aftur. Já, einmitt. En svo er líka bara ef fólk vil fá að sitja hans í fríði, hafa það kósí og þess að vera onni í öllum hinum, það má það koma hinga niður og tylla sér, sko. Einmitt. Svo ætla ég bara að sýna ykkur hérna næstur í mig við hliðina. Það er svona, það er aðeins meira fjör í því. Já. Eins og við sjá, þetta er svona lítill þreksalur. Já. Hérna erum við með bara hlaupabretti, lóð, svona alls konar, rimla svona eins og þekkið í leikfuminni hérna upp á veggjum. Þetta þarf maður að prófa. Hérna erum við með jógatíma og þrektíma og annað og það er eins hérna ef fólk sem vill fá að æfa í fríði bara eða kannski bara vont veður úti eða eitthvað, þá má að koma hérna að fara á brettið og nýta sér aðstöðuna hjá okkur. Farið þið í frisbeegolf oft eða? Já.
Já, sé frisbeegolf þarna úti. Það er frisbeegolfvöllur á lóðinni. Við erum með 3 körfur uppi núna og eftir að setja 2. Þannig að það er hægt að koma líka bara að fá diska hjá okkur og fara að kasta. Já. Af hverju er virkni svona mikilvæg fyrir geðheilsuna okkar og til þess að ná bata? Það sem ég séð í mínu starfi, okkur líður best þegar við erum í rútínu og þegar við höfum eitthvað fyrir höndum, eitthvað að gera. Ef við erum bara heima, gera ekki neitt, allt upp í rúmi, þá líður okkur ekki vel. Já. Þannig bara það að fara fram úr, busta tennur og fara kannski bara smá út eða koma hingað í bátamiðstöð í smástund, það hjálpar manni strax að líða betur. Við ætlum að enda ferðina bátamiðstöðina á að kíkja á líkamsræktarsalinn okkar. Gaman. Hann er hérna áfram. Já. Hérna erum við sem sagt með tíma 7 sinnum í viku. Við erum alla morgna, milli 10–11 og getur fólk koma að æfa hjá okkur. Að vegum bátamiðstöðar eru 3 íþróttafræðingar sem fólk getur leitað til. Fólk getur fengið svona líkamsræktaráætlanir eða plön, eða prógram, hvað sem viljið kalla það, eða bara ef þið finnst það ekki skemmtilegt. Það máttu koma bara setja í eyrun, hlusta á tónlist og hjóla eða skíða eða eitthvað þannig. Já. Fólk ræður alveg sínu álagi. Við stöndum ekki og pískrum einn í neitt, en við aðstofum fólk eins og það vill. Þú getur æft allar æfingar sem þetta gera í ekki stærri rými en þetta. Maður er bara móður. Þetta er glæsilegt hjá okkur. Þá þakka ég ykkur bara fyrir. Það var mjög gaman að sjá okkur í bátamiðstöðinni. Kleppur er stór spítali með mörgum byggingum. Þegar það er gott veður, þá er þessi hérna garður mjög vinsæll. Og hingað kemur fólki bara og nýtur þess að vera saman. Við kveðjum Klepp í bili og í næsta þætti ætlum við að heimsækja Laugarásinn og kynna starfseminni þar. Mundu að ef þú átt foreldri með geðsjúkdóm, þá skiptir miklu máli að þú hugsir vel þig. Þó að það geti stundum verið erfitt, þá hjálpar það líka foreldriðinu að þú haldir áfram að gera það sem þér finnst skemmtilegt.